Ágætu vallagestir. Þá farið að styttast í liðin farin inn í loka undirbúning. Þannig að ég vil mæla með því að þið skellið ykkur og fáið ykkur gróðasteikta hamborgara uppi Tíbrá. Þannig að endilega farið þangað á meðan að byrðið rendast því að það yfirleitt mjög vinsælt. Þeir sem að velta fyrir sér hérna í nágrenninu, hvort þetta skemmta sér á völlinn, drífið ykkur endilega því að veðrið stórkostlegt. Og við verðum koma inn núna eftir svona 2-3 mínútur og byrja að kynna liðin. Þannig að komið ykkur þægilega fyrir og njótið með okkur hér í dag. Áfram Selfoss. Kæru vallagestir, verið hjartanlega velkomin á Jáarvöllinn í undanúrslitaleik í Fótbolti.net bikarnum. Við ætlum að byrja á því að fara yfir lið gestanna frá Árbæ og í markinu nr. 1 Bartosz Madoga, nr. 7 Eyþór Ólafsson, nr. 10 Aron Breki Aronsson, nr. 14 Elvar Freyr Jónsson, nr. 15 Djordjic Tanik, nr. 16 Jonathan Aron Belani, nr. 18 Nemjan Nekanic, nr. 19 og fyrirliði Árbæjar Agnar Guðjónsson, nr. 22 Ragnar Páll Sigurðsson og nr. 26 Marko Panik og nr. 27 Jordan Case Tyler. Varamenn Árbæjar eru Baldur Olsen, Daniel Gylfason, Elvar Logi, Hörður Kárason, Gunnar Leo Gíslason, Adrian Aron Stopjanovic og Dimitró Bondarenko. Liðsstjórn þjálfari Árbæjar eru Baldur Borgarsson, Þórhildur aðstoðar eru Stefán Bjarki Sturluson og Björnsson Hlíðar
ásamt Andra Morína, Gísla Þór, Nikolaj og Snorra Már Skúlason. Og þá er lið heimamanna í markinu nr. 12, Arnór Elí Kjartansson. Nr. 3, Reynir Freyr Sveinsson. Nr. 4, José Manuel López Sánchez. Nr. 8, Ingvar Óskarsson. Nr. 9, Aron Fannar Birgisson. Nr. 11, Alfredo Ivan Sanabria. Nr. 15, Alexander Clive Oaks. Nr. 18, Dagur Jósefsson. Nr. 19, Gonzalo Samarano León. Nr. 21, Ignacio Gil. Nr. 28, Eysteinn Erdir Sverrisson. Varamenn Selfyssinga í dag eru Robert Blakala, Brynjar Bergsson, Adrian Sanchez, Davíð Kolviður Einarsson, Valdimar Jóhannsson, Ari Rafn Jóhannsson og Einar Bjarki Einarsson. Þjálfari Selfyssinga er Bjarni Jóhannsson, honum til aðstoðar er Heiðar Helgason, Ingi Rafn Ingibergsson og Þorkell Ingi Sigurðsson. Liðsstjóri Selfyssinga er Arnar Helgi Magnússon og sjúkraþjálfarinn er engin önnur en Lilja Dögg Erlingsdóttir. Dómarar hér í dag eru aðaldómari er Gunnar Oddur Hafleðarsson og honum til aðstoðar er Ragnar Arnur Sveinsson og Rögnvaldur Þór Höskuldsson. Ég vil hvetja alla til þess að styðja vel við liðin sín og gefa dómarunum frið til þess að dæma leikinn og leggjum okkur fram við að hafa gaman hérna, hvetja lið til sigurs og eigum góðan dag. Áfram Selfoss!
What are we doing? Mark Selfissinga gerði engin annar en númer 19 Gonzalo Zamorano León.
Halda boltanum niður,
Selfyssinga skoraði engin annar inn. Alexander Clyde Wow! Spela med Järvi. Hej, skjut på, skjut! Stopp bowling!
komið á lokahói yngri flokka. Við ætlum að byrja því að kalla á völlinn 4. flokk kalla. Árangur á þessu tímabili var mjög góður. Þetta var stór og góður hópur sem var mjög metnaðarfullur. Mætingar vel á æfingar og litu á þær sem tækifæri til þess að bæta sig. Liðið fekk fullt af verkefnum á þessu tímabili en liðið spilaði í heildina 120 leiki í Vestaflómóti, Íslandsmóti, bikar, úrslitakeppni og Reykjavík. Helstu verkefnin fyrir utan Íslandsmót var Reykjavík þar sem liðið náði mjög góðum árangri og fóru 3 lið af 5 á verðlaunapall. Þjálfarar flokksins Gísli, Rúnar, Sigurður Einar og Tómas Lúpa, Þorkell Ingi og Sigfús stóðu sig vel í að halda utan með þennan stóra hóp sem telur 60 starfa. Þeir fá allir gjafabréf frá Huppu og þökkum við vel fyrir þann stuðning sem að Huppa veitir einnig. Þannig að þegar það er búið að fá aðeins gjafabréfin og þá viljum við fá einn og góða hópinn. Þegar það er lokið og þá förum við að lesa upp sigurvegara fyrir einstaklingsverðlaun í þessum flokki. Gefum við drengjum gott klapp. Og að gera klappingar vel fyrir þjálfarunum. Þegar Róski þarf að halda vel utan með strengi. Stór og glæsilegur hópur og augljóst að hérna leynast margar af framtíðarstjörnum félagsins. Þá er komið að því að veita verðlaun. Byrjum á því að veita verðlaun fyrir mestu framfæri í 4. flokki kalla og sá sem að hlýtur þau verðlaun er Fannar Leví Sigurðsson. Við erum hann að sýna til hópnum. Fannar Leví Sigurðsson, mesta framfæri á þessu ári, innilega til hamingju. Næst förum við í besta ástundum. Sá sem hlýtur viðurkenningu fyrir besta ástundum á þessu ári er Benedikt Jón Baldursson. Gefum hann gott klapp. Endilega gefum hann mjög gott klapp. Þá er það leikmaður yngra árs. Í 4. flokki kalla þetta árið Ólafur Eldur Ólafsson. Ég voru gott klapp. Og leikmaður eldra árs í 4. flokki 2024 er enginn annar en Alexander Þórðarsson. Svo minni á alla þá sem er í 4. flokki kalla að vinsamlegast að fara upp að tíma og fá okkur pulsur að borða. Það eru sveitir grillarar að græða fyrir ykkur en endilega farið þangað. Næst ætlum við að fá út á völlinn 3. flokk kalla. 3. flokkur kalla með endilega að koma út á völl.
Flokkurinn taldi 45 stráka sem voru með 3 lið í Íslandsmóti. Ívar, Trausti, Leifur og Tómas héldu utan hópinn sem var mjög metnaðarfullur á æfingum, mættu og stunduðu þar vel. Tímabilið að baki var mjög gott hjá Breiðabliki. Öll lið 3 unnu sína riðla í faxaflóamótinu og Íslandsmótinu vann A-liðið sig upp riðil. B-liðið komst í undanúrslit og C-liðið gerði sér lítið fyrir og stóð uppi sem Íslandsmeistari C-liða í 3. flokki. Gefum þeim gott klapp! Við skulum endilega klappa vel fyrir 3. flokki þegar þeir komin á völlinn. Þeir eru ekkert að stressa sig á þessu drenginni. Þarna koma þær í einni röð. Það er eins og ég sagði, þarna stóð C-liðið uppi sem sigurvegari. Við skulum gefa þeim gott klapp. Þetta ber 3. flokk kvenna að vera tilbúin. Það er 3. flokk kalla. Við hefum 7 mínútur eftir, ára lengra hefast til líðan að við höfum hluti koma fyrir. Og þar byrjum við á. Næstu frábæri í 3. flokki kalla er Eiður Snær Ásgeirsson. Gefum honum gott klapp. Besta ástundur í 3. flokki kalla er Bótþór Gunnarsson. Þá er það besti leikmaður Ingrás, Birgir Logi Jónsson. Og leikmaður Eldrás, besti leikmaður Eldrás árið 2024, Steindór Orri Þorbergsson. Gefum honum gott klapp. Ég myndi biðja 3. flokk kalla að drífa sig í pulsunar og fáum inn 3. flokk kvenna. Í 3. flokk kvenna voru 2 þjálfarar þetta árið, þá voru þeir Halldór Bjarki Guðmundsson og Gunnar Geir Gunnlaugsson. 3. flokk kvenna tók þátt í faxaflóamótinu yfir vetrartímann og sendi síðan 2 lið til leiks í Íslandsmót. Selfoss 1 tók þátt í A-deild Íslandsmótsins og lék í B-riðli allar 3 lótunum. Þær spiluðu 21 leik í Íslandsmóti ásamt 2 bikarleikjum þar sem liðið tapaði í 8 úrslitum. Selfoss 2 spilaði í C-riðli í fyrirliðum Íslandsmóts og lék þar 10 leiki í deild og spilaði til undanúrslita og tapaði þar á móti FH. Samtals spilaði 3. flokkur kvenna til 34 leiki í Íslandsmóti. Hópurinn var erlendis til Svíþjóðar og tók þátt í Stockholm-mótinu með 2 lið. Það mót gekk mjög vel og voru setnum með fyrirmyndar bæði innan vallar sem utan. Það setna á að fara aftur erlendis á næsta ári líkt og strákarnir. Þá búin að vel, þegar það er búin að koma sér fyrir og taka hennar góða liðsvinn, að þessum glæsilega hóp,
Þá skellum við okkur í verðlaunafhendingu. Það er þriðjaflokkur kvenna og þar byrjum við á mestu framförum. Það er Védís Kolka Jónsdóttir. Ég verður á það. Og besta ástundum í þriðjaflokk kvenna er Díana Hrafnbjörnsdóttir. Ég verður á það. Leikmaður Ingrás, engin önnur en Freyja Björn Gísladóttir. Og leikmaður Ingrás, Védís Ösp Einarsdóttir. Þá er komið að síðasta flokkurinn, fjórði flokkur, kvenna. Stór hópur eða 35 leikmenn sem voru í fjórðaflokki þetta árið. Trausti Hrafn þjálfaði liðið og honum til aðstoðar voru Gunnar Bamberg og Magnús Hilmar. Liðið gekk framfærlega í sumar, alið hópsins voru í undanúrslit í bikarkeppni og tapaði svo naumlega í framlengingu í úrslitaleikum Íslandsmeistaratitil A-liða og endaði því í öðru sæti sem er frábær árangur. Á Íslandsmótinu sigruðu B-lið hópsins liðið sem var frábær árangur. Hópurinn var kátt í Reykjavík og stóð sig virkilega vel. Fáum þær út á völlinn, tökum eina góða mynd af hópum. Og skellum okkur síðan í verðlaunafhendingu til þennan glæsilega hóp. Og að sjálfsögðu eru þetta glæsilegur hópar af Gullur og Selfoss og við erum hrikalega stolt af þeirra árangri og hlökkum til að fylgjast með þessum glæsilega hóp í framtíðinni. Mestu framfæri í fjórðaflokki kvenna, Brynja Sigurþórsdóttir. Besta ástundum í fjórðaflokki kvenna, Hrafnhildur Ylva Þórunnsdóttir Baxter. Leikmaður Ingrás, Hildur Eva Bragadóttir. Og leikmaður eldra árs er engin önnur en Ásdís Erla Helgadóttir. Þá þökkum við kærlega fyrir og getum farið að setja leikinn í gang aftur. Glæsilegt, innilega til hamingju, allir þeir sem unnið til verðlauna og góðan dag.
Í hálfleik hefur Árborg gert breytingu á liði sínu. Út af leikmaður með 7, Eyþór Ólafsson og inn á kom leikmaður með 9, Daniel Gylfason. Nú er góð það. Om jeg ikke kan se, skal på kampen.
Ja, lite så. Han går alltid hit och hörna. Vi har det.
Endilega minna alla að fara inn á Selfoss fótbolti á Instagram og kjósa það Rusty Man Leiksins í boði Rusty Burger sem við finnum í miðbærum. Þeir nefna til þess að fara hákaðum og þeim til viku.
Selfoss gerir breyting á liði sínu. Undanfæða leikmaður nr. 8, Ígor Rafn Óskarsson. Og inn á kemur leikmaður nr. 5, Brynjar Bergsson. Og útaf leikmaður nr. 3, Reynir Freyr Sveinsson og inn á kemur leikmaður nr. 6, Adrián Sánchez. Og þess ber að geta að áður leikmaður undan hjá Selfyssingum nr. 18, Dagur Jósefsson og inn á kom leikmaður nr. 16, Daði Kolviður Einarsson. Þriðja mark Selfyssinga skoraði enginn annar en Aron Fannar Birgisson. Mark Árbæjar skoraði leikmaður nr. 22, Ragnar Páll Sigurðsson.
Og fjórða mark Selfyssinga skoraði inn í númerið Gonzalo Samarano Leo. Og Selfoss gerir breytingu á liði sínu út af leikmanni 4 José Manuel Sánchez og leikmanni 19 Gonzalo Samarano og inn á koma leikmaður númer 17 Valdimar Jóhannsson og leikmaður númer 77 Einar Bjarki Einarsson. Gerum þeim gott klapp!
Já, þá það staðfest sem fórstiði í úrslit fótbolta.net bikarsins að spila Laugardalsvelli 27. september næstkomandi under the lights. Þannig ég gerir ráð fyrir því að allir þeir sem hér eru munu mæta á Laugardalsvelli 27. september næstkomandi og hvetja okkur Selfyssinga til sigurs í þeim leik. Innilega til hamingju með þennan glæsilega árangur, sjáumst á Laugardalsvelli. Ég veit, þeir nýta tækifæri þar sem þetta síðasti heimaleikur liðsins þetta árið að þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem hafa komið að starfi deildarinnar, gert umgjörðina eins og hún og tryggt að við öll getum mættir og notið þess að horfa á hátíðarfótbolta hjá þessu glæsilega liði. Þannig að endilega klappið aðeins ekstra fyrir öllum þeim sjálfboðaliðum sem hafa unnið fyrir deildina og hlökkum til að vinna með ykkur einnig að árinu. Takk hérna, sjáumst á Laugardalsvelli.